Okay, you are live now. Hérna. Já. Æja, við duttum aðeins út hérna og komin inn aftur. Vonandi það haldist núna. Stjörnumenn, það ekkert mikið búið að gerast. Blikar búin að fá 2 hornspyrnur hérna og eitt upplöf Stjörnumanna sem varð ekki neitt úr, en Blikar hérna aðeins betri þessar fyrstu mínútur. Davíð Kristján á Aron Bjarnason. Aron, hvað gerir hann? Snýr hérna á 2 Stjörnumenn, gengur ekki, þeir komast í milli hérna Stjörnumenn. Brynjar Gauti með sendinguna fram hérna Guðmundur Steinn Hafsteinsson, en Damir tekur boltan á honum og Oliver leggur hún á Elvar með skiptingunni yfir á Davíð Kristján. Davíð Kristján sendir hérna á Gísla. Gísli fær ekki mikið pláss. Andrea Mjóman með pláss hérna á miðunni. Andrea Mjóman leggur af stað, nær að komast aðeins í smá fyrirgefastöð, en sendingin hérna ætluð Aroni Bjarnasyni gekk ekki. Það var það Davíð Kristján. Davíð sendir hérna fram völlinn, en Kolbeinn hefur betur hérna gegnum tveimur. Og Haraldur Björnsson kastar þessu hérna á Heiðar Ægisson. Heiðar með sendinguna fram völlinn á Þorstein á Ragnarsson. Þorsteinn hérna hleypur á Damir, ekkert dæmt, engin hindrun. Það var það Oliver snýr hérna með sendinguna síðan yfir til vinstri, stór hættuleg sendingur unni, en Elvar gerir þetta ágætlega, en Elvar með skelfilega sendingu hérna og Þóran Ingi kemst í milli hérna. Þóran Ingi með sendingunni í tegin og hvað þetta er? Damir skallar þetta í burtu, skallar þetta út úr teiknum þarna, sendingi frá vinstri, frá hotfána. Það var það Baldur Sig, sendir fyrir hana, en Kolbeinn fyrir. Kolbeinn síðan með á sendingur á Gísla. Gísli leggur hann á Aron Bjarnason. Hvað gerir Aron? Hann reynir að finna Gísla, en sendingur á Aron ekkert sérstök. Og Brynjar Gauti kemst í þetta. Það var það Þóran Ingi, hann kiksar aðeins boltan, en rennur á hann, nær hann samt, og það var það Viktor Örn. Nær boltanum hérna undan Guðjóni Baldvinssyni. Og Stjörnumenn eiga hérna innkast djúpt inn á vallarhelmingi Blika. Þóran Ingi býr sig undir að taka hérna langt innkast. Þóran Ingi kastar þessu inn á vítateign. Guðmundur Steinn Hafsteinsson í loftið og þarna er darradansinn á vítateignu. Guðjón Baldursson með hann og þá er það Baldur Sigurðsson með skot í Blika og nei, hann hefur farið í Stjörnumann þarna og í markspyrnu. Já. Stjörnumenn ekki sátti við þetta, en ég sá ekki alveg hvað gerðist. Það er Damir, Blikar spil út frá vörninu og Damir með sendingu sem fer af Stjörnumanni og þeir ná boltanum strax aftur Stjörnumenn. Heiðar Ægisson hérna leggur hann út til hægri á Þorstein hérna með sendingunum tegin, gengur ekki, Blikar fyrir, en Stjörnumenn er búin að vinna boltan aftur. Þessi er hann í teig, en Guðjón Baldursson er ekki þessum og Gísli fær hann hérna, hann er stöðvaður. Og Daniel Laxdal hérna miklu sterkari en Arþór. Það var Hilmar Árni gegn Elvari. Hilmar Árni snýr í 8 vítateignum. Hvað gerir Hilmar? Leggur hann hérna á Þorsteinn og Þorsteinn með skotið, en beint á Gunnleif í markinu. Hann má alls ekki gefa Hilmar Árna tækifæri til að snúa, að gera 1-1 þarna nálægt vítateignum. Þarna var Arþór Ari ansi linur í tæklingunni, hann er svona hræddur við Daniel Laxdal. Baldur Sig hérna sterkur í loftinu, stígur bara Gísla út. Skallar þetta síðan fram hérna, Elvar skallar hann niður á Viktor og Aron Bjarnason sækir þetta, en nær ekki að koma honum í spil og enn halda Stjörnumenn boltanum, en skallar hérna finnst við að beint á Damir. Og það er búið að opna yfir í gömlustúkuna, slíkur áhorfendafjöldinn. Þótt að þessi sjónvarpsleikur, frábært, Blikar alltaf með frábæra mætingu. Nú er það Arþór Ari hérna með hann út í hægra megin. Leggur hann tilbaka á Oliver í fyrsta á Andra Rafn Jómann, en þessi er vel út af. Og þá var Stjörnumenn með innkastið.
Guðmundur Steinn, hann mætir niður í alla innkastbolta til að sækja þá, en það tæpir 2 metrar á hæð. Kolbeinn leggur hann á Andra. Andri með skrýtna sendingu hérna beint á Harald í markinu. Haraldur kastar þessu hérna fram á Heiðar Ægisson sem kemur núna upp kantinn í rólegheitunum en leggur hann sér tilbaka á Brynjar. Liggja aftar núna, leiða stjörnumennum að koma aðeins. Það er hann einnig í pressunni en það er auðvelt að komast hjá því bara með að senda boltan til hliðar. Haraldur Björnsson minna með sendingu framvöllum í vinstri. Hilmar Árni klifur upp á baki á honum. Á klifrar Baldur Sigur upp á baki á Andra Mjóman, ekki dæmt í hvoruðskiptið, fínasta dómgæsla bara, leiður þess að halda áfram. Haraldur Björnsson núna neglir þessu framvöllin. Það er Ólafur Sigurjónsson, hann má ekki í roði Guðmund Steinn Hafsteinsson í skallaboltanum hérna. Ekki óskiljanlegt alveg. Þá kemur Heiðar Ægisson hérna út í hægra megin gegn Davíð Kristjáni. Leggur hann á Þorsteinn Már í sendingastöðinni í teiknum og þarna er dauðafæri! Og Elvar Helgason bjargaði þessu með því að kasta sér fyrir Hilmar Árna þarna sem var með dauðafrían skalla og brotið hérna á Gísla Eyjólfssyni. Ekki fyrsta skipti í sumar. Þórar Ingi gerði það, stoppaði. Já, það sem hefði getið orðið röð sókn líka. Elvar er að drepast, hann er búinn að vera að drepast allan leikinn. Ég veit ekki hvað er að, eitthvað í maganum á honum. Við fengið annarkvæmt eitthvað högg á maður. Hann var reyndar svona pínu að kveika sér móti Káringum líka. Og það Damir á Elvar. Elvar á Andra, Andri á Þórar Inga. Stjörnumenn hérna, Guðmundur Steinn Hafsteinsson sloppinn einn í gegn með táarskot, rétt yfir markið, já, hérna hér. Þetta var dauðafæri og ég held að Gústi þurfi bara að gera skiptingu ef að Elvar ætlar að bara vera á hálfum hraða hann inn á. Hann líður ekki vel, Elvar í kallinu. Og þarna er Gunnleifur settur undir smá pressu, Guðjón Baldursson gerir það en Gunnleifur fljótur að spyrna þessu frá. Og þá voru stjörnumenn búin að vinna boltan aftur í loftinu og þýður rosa lítið að spila háa bolta gegn stjörnunni. Það var Guðmundur Steinn en líka ná að koma þessi burtu. Þannig að klifrar Guðjón Baldursson upp á bakið og Oliver. Líka enn búin að missa boltan strax. Og Baldur Sigurðsson í baráttunni hérna hefur betur og fær aukaspyrnu hérna á Kolbeinn. Já, við erum ekki með mjög hávaxið lið fram á við, en stjörnumenn hins vegar með hávaxið lið nánast alls staðar á vellinum. Þeim finnst gaman að búlli á andstæðingarna. Það var Þorsteinn Már hérna gegn Damir úti hægra megin, sending frá honum beint í bossana á Damir. Sendingin aftur inn í teginn og hvað? Elvar nær þessu. Alex Stór skallar þetta á Heiðar Ægisson en boltinn út af og stjörnumenn eiga innkastið. Stjörnumenn búin að ná öllum völdum hérna á vellinu síðustu mínútur. Og innkastið hérna, Heiðar Ægisson kastar þessu langt inn á völlinn. Hvað? Oliver skallar þetta, nei, kemur spurt og þarna er farið hressilega í bakið á Gísla Eyjólfssyni og Þórar Ingi gerir það, fantur frá Eyjum. Ef ég væri í stúkunni núna þá myndi ég kalla á Ella og segja að hann væri númer 15. Og Elvar Freyr núna kemur aðeins út á að tala við sjúkrateymið. Fær hérna Powerade. Þannig að Elvar náði að kista þetta af sér. Viktor Örn hérna byrjar uppspil blikana. Damir sendir boltan langt fram völlin. Þarna er Kolbeinn eða elta boltan en stjörnumenn ekki í miklu vandræðum með að skalla þetta í burtu. Daniel Laxdal fær hann aftur hérna og kemur hann síðan beint út af. Blikar í innkastið við miðlínuna. Davíð Kristján fljótur að taka innkastið. Kastar hann bara stutt tilbaka á Damir. Damir tilbaka á Gunnleif. Gunnleifur þrykkir þessu sem langt fram völlin. Og Brynjar Gauti hefur betur í loftinu þarna gegn Aroni.
Þýðir, eins og ég segi, þýðir lítið að vera að spilna boltanum fram á Aron Bjarnason þegar með Brynjar og Daniel í honum. Og svo Baldur stöku sinni líka. Það Arþór Ari í baráttunni, duglegur Arþór hérna. Þessu kemur hún á Kolbeinn og Kolbeinn straujar aftan frá þarna. Og það fyrsta gula spjaldið í leiknum. Alex Þór Hauksson fær það. Svo þannig að beint aftan í öklan á Kolbeini. Kolli rauðir. Og Kolbeinn var þekktur fyrir það í öðru loki fyrir að fá nokkur rauðspjöld. Verið trúður þessar fyrstu 2 leiki sem við höfum séð til hans hérna í Pepsi-deildinni í sumar. Damir með þessa aukaspyrnu sem bara akkurat á miðjunni. Tekur hann stuttan á Viktor, fær hann aftur síðan sendingin hérna á Davíð Kristján, nú geta Blikar komið sendingu fyrir. Og Arþór Ari reynir að lauma sér fram fyrir Þóran Inga, þarna gengur ekki. Og Davíð skallar þetta fyrir Kolbeinn, Kolbeinn leggur hann á Andra. Andri finnur ekki neitt, þannig að hann verður að senda hann út hérna á Arþór. Arþór með stuttan á Kolbeinn, Kolbeinn reynir snúninginn, hann gengur ekki. Og Elvar hérna allt og lengi með boltan, kontur sér burtu bara. Já, vel gert hann og Viktor leysir úr þessu. Sendir hann á Arþór, Arþór með stuttasendingu á Andra Njóman, fær hann aftur, Arþór. Arþór síðan á Gísla. Gísli með skrýtna sendingu en það gengur eftir. Davíð Kristján að halda lífi í þessu. Og Gísli á Oliver, boltinn skoppar alltaf á vellinum. Og Kolbeinn. Farið illa þarna í Kolbeinn, þetta bara rautt! Hvað að frétta? Hvað Baldur sig að spá? Þrumar hann að Kolbeinn niður á miðjum vellinum. Stálheppinu verið ekki komið rautt spjald, helvítið á honum. Nú fer fjórði dómarinn að kvarta hana. Ég einhverju sem að Gummi Steinar sagði, eða einhver á bekknum. Óli P. fær gula spjaldið. Hvaða rugl þetta eiginlega? Já, Ólafur Pétursson fengi gula spjaldið fyrir að segja eitthvað, en ekkert má nú segja hérna lengvist. Það strax orðin þreytt klisja. Þá það Davíð Kristján með þessu aukaspyrnu, ekkert orðin sérstökum stað, bara út á miðjum velli. Sendingin frá honum inn í teginn og hvað en þetta á langt hérna fyrir alla og boltinn út af Stjörnumenn eiga innkastið, markspyrnuna. Og þá koma Stjörnumenn, Alex Þór, eða Heiðar Ægisson það. Það var Alex, þeir eru svo líkir á velli með Alex og Heiðar. Og þá það Heiðar með innkastið. Davíð Kristján skallar þetta burtu og Kolbeinn enn í baráttunni hérna, fengið 2 hressilega tekningar á sig strax í fyrri hálfleik. Önnur var nú bara mörkunum að vera rautt spjald á Baldur. Og þá taka Stjörnur innkastið Guðmundur Steinn hérna, Guðjón Baldursson nær hann að snúa hérna með bakið í markið, kemur boltanum út hérna á hægri á Heiðar, Heiðar með sendingunum í teginn og Blikar skallar þetta í burtu, boltinn dettur fyrir Gísla. Gísli hérna með Hilmar Árna í sér, Gísli nær ekki að komast fram með þeim 2. Þá það Baldur, sendir hann á Guðmundur Steinn, Guðmundur hvað gerir Guðmundur? Nær hann skotinu, kemur skotið en fer í Elvar. Og það var þetta, Andri Njóman, en nær ekki að koma boltanum á Samherji þarna og þarna það Þorsteinn Már. En Damir klókur búinn að lesa þetta fyrir löngu. Liggur síðan eftir hérna Damir, Þorsteinn Már hefur sennilega stíð á öklan á honum með tærnar. Og Viktor Örn gerir það eina rétta í stuðinu, hann bara þrumum boltanum beint út af. Ekki var Vilhjálmur að stöða leikinn. Þóran Ingi tekur innkastið hérna. Þau eru búin að vera nokkur á þessum stað. Á milli, miðjum allar hefur ekki Blika bara.
Það væntanlega leið 1 kasta beint á mannbönnið hans Guðmundar Hafsteinssonar. Jú, einmitt, fær boltan Guðmundur Steinnina, Elvar í bakinu á honum, leggur hann út aftur, Þórar Ingi kemur boltan ekki fyrir, heldur lætur hann Hilmar Árna fá boltan. Sending frá honum inn í teiginn og þetta sjálfsmarkið eða hvað? Nei, Gunnleifur nær að kýla þetta í burtu og þá er það Kolbeinn nær að toucha boltan undan Heiðari hérna, búinn að missa boltan út af eða hvað? Nei, heldur hún vinna á, fær hann aftur en Kolbeinn enn aftur brotið og Kolbeinn ekkert dæmt og Stjörnumenn eiga innkastið. Já, hérna, Gunnleifur Vignir Gunnleifsson, 49.000 ára, með þvílíka markvörslu. Þvílík varsla hjá gamla manninum og þarna eru Stjörnumenn í basli. Gísli nær honum skotið frá hendi og liggjandi mannanna ekkert dæmt. Og Gísli eltir þetta, þarna var eitthvað gauk á Alex Þór Haugsinni. Alex Þór misti boltanum að Gísli og Aron sá það og Stjörnumenn vildu fá aukaspyrnu, fengu ekki, þannig að Gísli skaut en bolti fór að varnarmanni og út í horn og þar braut Gísli síðan á Þórarni. Já, það er að færast aukin harka í þennan leik, en það kannski ekki við að búast hérna gegn Stjörnunni. Líkar tildulega hátt með línuna hérna, 5 manna lína hérna þegar við erum að verjast. Elvar Freyr missar á þessum og Kolbeinn nær ekki þessum, en það er Þorsteinn Már sem er undan í boltan hérna og Kolbeinn með smá svona, langar aðeins að láta finna fyrir sig Kolbeinn. Brýtur hérna á Þorsteini Má, en það var ekkert fólkskubrot. Við bara aðeins líkamann fylgja eftir. En Stjörnumenn alltaf hættunur í þessum föstu leikatriðum. Þá var það Hilmar Árni, Guðmundur Steinn hérna vill fá boltan og hann hoppar upp í loftið, ýtir hans á bakið á Viktori, en Stjörnumenn fá að taka aukaspyrnuna aftur þar sem að Vilhjálmur vildi meina að hann var ekki búinn að flauta. Valdasjúkur, Vilhjálmur Alvar. Þá fá Stjörnumenn annan séns. Við vorum búin að skalla þetta í burtu á hann. Það er bara sama uppskrift, Guðmundur Steinn hérna. Og hvað nú? Hann stoppar leikinn aftur. Hvað, og bara bíða þangað til þeir skora. Það var ég sem ræð. Ég vilja fá að flauta, sagði Vilhjálmur Alvar við Hilmar Árna þarna. Næja, taka 3, Hilmar Árni sendir hérna 8 teiknum, en þetta er lélegasta spyrnaðan af öllum og Gunnleifur grípur þetta. Kolbeinn hérna fær hann frá Gulla, hvað gerir Kolbeinn með? Nær ekki að finna samverið þarna, þannig að hann leggur tilbaka Oliver á Elvar og Viktor. Aftur Elvar skiptir hérna á Damir með skrýtna sendingu beint á Baldur á miðunni og Gísli nær ekki að koma boltanum hérna á Kolbeinn. Stjörnumenn koma núna hratt, sending fram völlin á Guðjón og Damir skallar þetta og já, kemur hann á Davíð á Oliver inn í miðju vítateig líka. Arþór á Andri síðan með sendingun á Gísla og Gísli reynir að flikka honum í fyrsta hérna á Arþór gengur ekki, en þarna er Haraldur Björnsson með boltan, komin undir smá pressu þarna Haraldur. Og það var að innkastið tekið fljótt hérna, Aron Bjarnason gegn Daniel Laxdal, kemur hann á Gísla, nei, þarna var hann búinn að lesa þetta, Alex Þór Hauksson, fær hann aftur hérna og brotið á honum. Nei, leikurinn látin halda áfram og það er búið að dæma rangstöðu, en þá dæmir hann aukaspyrnuna á Oliver sem að brauta á Alex. Þá koma Stjörnumenn með aukaspyrnuna sem var dæmt hérna. Það er nóg að gerast í þessu, það er ekki að segja annað. Hilmar Árni var sloppinn í gegn, en það var búið að flagga rangstöðu á annan og undan, en það sá dómur fikk ekki að ráða þar sem það var búið að dæma aukaspyrnu á undan út á miðjum velli. Svo að þetta reyna að glöggva sig á þessu. Það var að sendingin áttar Guðni Baldursson, en Elvar Freyr sterkur þarna. Elvar Árni spilar með Káa, Andri Rafn Jómann, hvað gerir hann? Arþór Ari með honum og Andri keyrir bara átt af vítateignum.
Sendir hann sem út á Arþór ekki með sér hérna nema Oliver fyrir miðjum vellinum og þetta ekki góð sendingur á honum beint á Baldur Sigurðsson, Guðjón Baldursson skallar hann sem niður fyrir Hilmar Árna, hleypur síðan Guðjón, fær hann hérna, Elvar fer geist í hann en Guðjón heldur honum hérna, leikur sem inn á miðjuna, sending frá honum út til hægri á Heiðar ætlar að plata Davíð Kristján en Davíð sá við þessu og Kolbeinn, hvað gerir hann? Með 2 stjörnumenn í sér, leggur hann tilbaka á Davíð inn á miðjuna og Oliver síðan náttúrulega senda hérna á Arþór en boltinn fór á Elvar sem kom honum síðan á Arþór. Það er Andri Rafn. Kemur þessi ekki áleiðis, boltinn út af stjörnumenn eiga innkastið. Þórar Ingi kastar þessu hérna á Hilmar Árna og Blikar vilja fá innkastið, fá það. Arþór Ari hérna fær boltan frá Rúnari þjálfara Stjörnunnar. Hann kastar hann hérna á Oliver sem neglir þetta fram hérna. Daniel Laxdal gerir slíkt það sama, hátt upp í loft. Viktor Örn skallar þetta á Gísla og Þorsteinn Már fær boltan hérna á hægri vængnum, leikur á Davíð Kristján og Kolbeinn heldur boltan með þá Þorsteinn en Kolbeinn hirðir boltan á hann síðan. Það er Oliver á Aron Bjarnason, hann öskufljótur, kominn í ágætis skot, séns lætur vaða en boltinn yfir markið. Já, þetta eru sénsarnir hjá Blikum, eru með þessa litlu nagga frammi, það er að senda þá í svæðin, ekki beint á þá í skallæginni, það er algjörlega galið. Og Elvar í lofti næri ekki að skalla þennan en boltinn fer hins vegar á Arþór og Arþór með ansi tæpa sendingu hérna sem að gengur þó, þá var það Damir tilbaka hérna á Gulli, fram, kemur Gísli undir hann en Alex Þór stendur þetta og skallar þetta, Oliver, menn vildi fá hendi hérna en þetta fór bara öxlinn honum, ég sá það, hann með hrikalegan kassa hann Oliver. Damir kýlir þetta fram hérna út til hægri, Arþór Ari gegn Þórar Inga, Þórarinn tekur letilega útgáfuna af síðansnúningnum. Og Þórar Ingi í smá vesinni hérna en nær að redda sér hérna með að senda tilbaka á Harald í markinu. Haraldur kemur út hérna á Heiðar ætlar að senda hann fram en Davíð Kristján fyrir. Það var að Kolbeinn, hvað gerir hann? Sendir hérna framvöllin en þarna var ekki hlaupið sem Aron Bjarnason átti von á. Fóruður ekki í það. Og Heiðar núna með sendinguna framvöllin á Þorsteinn gegn Damir. Damir sterkur og Viktor líka og Stjörnumenn fá innkastið hérna. Það eru 30 mínútur rétt rúmlega liðnar að leiknum, staðan ennþá 0-0 hérna á Kópavogsvelli. Fátt alvöru færi og hérna vinna Blikar og svo Stjörnumenn boltan. Brynjar Gauti sendir hann hérna en Damir fyrstur á boltan hérna. Oliver sendir tilbaka á Damir. Hvað gerir Damir? Hann bara leyfir Gulla að vera með, kemur boltan alla leið á hann. Gunnleifur á Damir aftur. Damir núna þrykkir þessu langt uppkantinn hérna. Þarna er Hilmar Árni, sendir hérna í 8 sóknarmönnum. Stjörnuna gengur ekki, Gísli stoppaður hérna af Þórarni. Hilmar Árni snýr hérna á Andrar Njóman, kemur hann á Guðjón, hvað gerir Guðjón? Viktor Örn jarðar hann. Og þá er það Alex, hann nær boltanum hérna af Blikum og Hilmar Árni kominn í álitlega stöðu en nær ekki að koma boltanum fyrir. Kolbeinn hérna með sendinguna ætlaði Gísla Eyjólfssoni, nær hann þessu Gísli. Daniel Laxdal er undan í boltan og spinnir þessu yfir alla stúkuna. Og Gísli Eyjólfsson ætlar að taka innkastið fljótt en hætti við og lætur Arþór Ara koma. Þá er það Gísli. Gísli sendir hérna á Arþór Ara, ágætis sending eða hvað, nei, Þórar Ingi nær þessu en Arþór Ari brýtur á Þórarni þannig að já, þetta er eftir dómur. Fór hérna og reif hann bara eiginlega í snúning. Bauð honum í dans sem hann ekki til í. Stjörnumenn eiga hérna innkastið. Það er alveg ágætlega voltinn inni á okkur. Jú, það bara heyrir svo ógeðslega mikið. Það koma Stjörnumenn
Heiðar Ægisson hérna brunar upp hægri knattinn, Davíð Kristján eltir, en hann rennur á boltan, hann Heiðar, og Oliver búinn að fá hann hérna frá Damir, enn á miðjunni, á Kolbeinn úti vinstra megin. Hvað gerir Kolli? Reynir hann, já, leggur hann á Aron Bjarnason, hann dæmdur rangstæður. Við höfum verið þarna 1 meter fyrir framan línu, það að segja miðlínuna, kom úr rangstæðunni þegar hann sótti boltan niður fyrir miðlínuna. Stjörnumenn með sendingunni hérna inn í tegin og hvað Guðmundur Steinn í loftið og þarna fær Guðjón Baldursson boltan á vítateigslínunni, ætlar að chippa honum hérna á Baldur en Elvar Freyr búinn að lesa þetta og Þórar Ingi fyrir illa með Gísla þarna, tekur hann á hælinn og tekur sér skotið en þetta er ömurlegt skot. Já, Gísli Eyjólfsson vill ekki láta sína þetta í endur sýningu. Elvar Freyr lagstur aftur. Það er bara eins og að sé ykkur sykur áfalli hana, sykur sjokki eða eitthvað. Elvar getur ekki beðið eftir hálfleik, það er endar 10 mínútur rúmlega það. Gunnleifur tekur hérna markspyrnuna eftir þetta skot Þórarins Inga sem var ömurlegt. Boltinn inn á miðjuna, farið aðeins í baki og Kolbeinn ekki dæmt. Baldur skallar þetta niður hérna en Kolbeinn með hann, leggur hann út til vinstri á Davíð, Davíðinn á miðjuna á Oliver. Oliver á Gísla en boltinn alltaf fastur hérna frá Oliver. Stjörnumenn ráðið þetta, settir undir smá pressu hérna með lélegri sendingu. Stjörnumenn gera það sjálfir. Þórar Ingi kýlir þetta fram og Viktor Örn hérna nær hann þessu, já, gerir þetta vel, Viktor Örn hérna, rólegur á boltan og yfirvegaður. Og þarna var Dami með vondasendingu á Arnþór en það er búið að redda þessu. Davíð Kristján kom með hann út í hinum megin og Damir fær hann frá Kolbeini. Kolbeinn á Davíð. Davíð framvöllin á Aron og Oliver nær ekki að valda þennan bolta en Damir gerir það en þá er það brotið á Þorsteini Má en það nú bara svona hlaupið á hann, ég veit ekki alveg þetta er ekki gult spjald finnst mér. Damir var eiginlega bara á hnénu þegar að Þorsteinn Már kom og hljóp á hann. Ódýrt gult spjald. Þú ert sammála því? Þetta var ódýrt gult. Við erum sammála því hérna í stúdíó Svita. Aukaspyrna á hættulegum stað hérna, sennilega hvað, 30-40 metra færi, eða 35 metrar. Og Hilmar Árni trúnum allan fara að láta vaða á þessu færi, tekur stutt tilhlaup, þannig að hann er sennilega ekki að fara að skjóta. Skyldi mann aldrei útiloka. Stjörnumenn hérna, 5 inn í teig. Sendingin er góð og þetta er Gunnleifur sem kýlir þetta í burtu og Baldur Sigurðsson fer í hann og það er búið að stoppa þetta. Já, Baldur Sigurðsson, fantur sem átt að vera með rautt spjald frá því áðan, fer beint þarna í Gulla í loftinu. Alveg fair challenge og allt það en fór hann í hann bara þegar Gulli var með hendur á boltanum. Stoppaði dómarinn ekki leikinn? Nei. Hann hefur ekki dæmt á þetta? Hann hefur ekki dæmt ekkert á þetta, sko. Það er bara dómarakast. Andri Jómann sparkar boltanum tilbaka hérna á Harald Björnsson í markinu. Haraldur með langa sendingu fram öllin, það er beint á Davíð Kristján, tekur niður á kassan. Kemur síðan fram hérna á Gísli á meðan á kassan líka og finnur hérna hlaupaleiðinni á Aronu Bjarnasinni, Aron með hann, Dani Laxdal í bakinu á honum. Með Brynjar Gauti segi ég, en Aron leikur á hann, kemst fram fyrir hann. Gísli þarna laus fyrir utan en Aron kýsa senda þetta inn í teginn og þeir koma þessi burtu, Stjörnumenn, Gísli, rennur þarna á ögurstundu. Og kemur Baldur, sendir hérna boltan fram á Hilmar Árna. Hilmar
En hann kemur boltan tilbaka og Viktor Margeirsson hérna. Viktor missir boltan hérna, Guðjón Baldursson nær hann komið fram fyrir hann, nei. Sendingin samt beint á Guðmund Stein og Davíð Kristján gerir þetta vel, skallar þetta í horn. Já, ansi tæft þarna. Mér finnst alltaf dálítið fyndið þegar að þjálfarateyminu að kvarta við fjórðardómara. Hann ekki bara að breyta einhvern veginn, sko. Fjórðardómarinn upp á punt og til að gefa þjálfurinnum gult spjald ef þeir eru að rífa kjaft. Hans einu hlutverk. Sendingin í teiginn og Elvar skallar þetta í burtu. Stjörnumenn eiga innkastið. Þóran Ingi tekur þetta innkast, það hlýtur að vera langt, já, Guðmundur Steinn, hvar þú? Þarna hann út á miðjum vítateig, en Baldur Sigurðsson er líka stóra stæðilegur og Gunnleifur grípur þetta. Baldur Sigurðsson náði þessum skallabolta, þeir eru búin að vinna í alla fyrstu skallaboltana hérna. Gunnleifur tekur þetta langt. Það er Aron Bjarnason, hann er ekki verið að vinna þennan, nei, Brynjar Gauti gerir það. En við fáum innkastið. Davíð Kristján tekur þetta innkast hérna rétt fyrir framan miðlínuna, sóknar megin fyrir okkur. Kastar þessu á Kolbeinn, Kolbeinn tekur hann niður á Davíð aftur, Davíð síðan á Viktor alla leið tilbaka. Arþór Ari hérna út í hægra megin, kemur hann á Gísla, Gísli ekki með mikið pláss, sendir stuttan á Kolbeinn en þeir eru búin að lesa þetta stjörnumenn. Þóran Ingi og félagar gera þetta vel í vörninni, Guðmundur Steinn er að snúa hérna á miðjunni, snýr Ólafur Sigurðsson af sér hérna snirtilega, sendir boltan beint í hlaupaleiðina hans Guðjóns Baldurssonar, nú stjörnumenn markinu í teig, sendingin beint á Guðmund Steinn sem að skýtur rétt yfir markið. Hvernig gátu ekki lesið þetta, þannig maðurinn er 1,99 á hæð. Fylgjast með þessum manni frá fucking plánetu lengst út í raskati. Þetta er ekki snöggar hreyfingar. Viktor á Kolbeinn. Arþór Ari missir á þessum en Þóran Ingi misreiknaði sig eitthvað þarna og boltinn út af. Elvar chippanum á Arþór fær hann aftur hérna, Elvar. Nei, Elvar með slæma sendingu en Gísli vinnur boltana. Þórar niður síðan leggur hann á Aron Bjarnason og Brynjar Gauti kemur hérna beint í baki á honum og stendur þessa tækningu af sér þarna. Og en með vonda sendingu hérna á Arþór Ara og stjörnumenn ná þessu. Þóran Ingi neglir þessu fram beint á Viktor, Viktor leggur hann á Oliver. Oliver, nei, vond sending frá honum aftur, ekki merkilega sendingar þessi mínúturinn hjá liðunum. Og Andri Rafn Jómann beint í hausinn og heyrðu, halló, þetta er bara annað gulaspjald. Nei, þetta var ekki, Þóran Ingi fekk ekki gulaspjaldi á hann. En þarna var Arþór Ari að sleppa í gegn og Þóran Ingi bombaði niður. Rétt á undan hafði Andri Rafn Jómann farið í skalla inn við, fengið höfuðhögg. Þóran Ingi fær núna spjaldið. Já, akkur þá Daníel Laxdal að fara út af. Já, Daníel Laxdal, hann hefur skallað Jómann hérna og það sést blóð í þunna hárun hans. Ég sé nánast einhver einasta leik stjörnunum þar sem einhver leikmaður þarf að fá svona band. Baldur sig ekki búið með það ennþá, þannig að það hlýtur að styttast í það. Davíð Kristján og Gísli standa við boltanum. Ég myndi nú bara testa Harald Björnsson, hann er ekkert sérstakur í markinu. Andri Rafn Jómann og Daníel Laxdal með ekki kom inn á fyrir að aukaspyrnan hefur tekin.
eru enn utan vallar hérna og Vilhjálmur Alvar að bíða eftir að geta flautað þetta aftur. Nú kemur flautan, Gísli tekur þessa, sendir þarna og hvað þarna farið í eitthvað blika en ekkert dæmt. Arþór Ari féll þarna en ég held að þetta hafi verið alveg hárrétt bara, ekki neitt á þetta. Og Oliver komður með hann langan hérna, neglur honum fram hérna. Viktor Örn í loftið og þeir skalla þetta í burtu. Baldur Sigur, Guðjón Baldursson vill fá brot, fær ekki neitt. Gísli Eyjólfsson kemur núna. Gísli meðan leggur hann út til hægri á Arþór Ara. Arþór núna með sendingasjens. Komdur með hann fyrir. Fer framhjá Þórar Inga og heyrðu! Hendi víti! Hot. Þórar Ingi, hann kastaði sér fyrir boltan og skallaði hann meðfram jörðinni. Guðjón Baldursson hefur lent eitthvað illa hana því að hann heldur ökklan á sér. Já, þá kallar Vilhjálmur Alvar á sjúkrateymið. Guðjón Baldursson liggur þarna. Fyrsti dagur í fæðingarorlofi honum á morgun, ekki gott. Hann hefur lent illa, hann var ekkert brot þannig séð, hann hefur ekki meitt sig á því. Já, Guðjón Baldursson liggur enn. Frikki sjúkraþjálfari kominn, ekki Frikki sjúkraþjálfari. Sjúkraþjálfari landsliðsins líka. Þeir landsliðsmenn á bekknum með Stjörnunni, Frikki og Dúlla. Nú vil ég opna gluggann. Og stemningun að byrja þér. Já, taka blikar hotspinnuna sem kom úr þessu áðan. 15 sekúndur eftir að venja á leiktíma, einhverjum bætt við þó, Kolbeinn sendi fyrir. Og hvað? Boltinn beint þarna á Gunnstein. Kolbeinn hérna, sendi fyrir aftur, sendingin flott þarna og beint á Damir! Damir hefur verið flaggað rangstæður þarna. Frábær bolti frá Kolla hana. Já, sendingin hérna framvöllin, Davíð Kristján nær þessu. Við boltinn í hálfóttunum hérna og Guðjón Baldursson skallar þetta niður fyrir miðjuna en þarna bara Kolbeinn síðan út til hægri á Arþór. Kolbeinn og Arþór, en það eru 8 stjörnumenn komnir þarna, bara 3 blikar. Það var það Kolbeinn. Kolbeinn sendir út til vinstri á Davíð Kristján. Davíð sendir á Arþór en Arþór nær þessu, tekur hann smá snúning. Leggur hann aftur út á Davíð. Davíð núna með fastan bolta inn á teginn en Daníel Lagstad skallar þetta burtu. Og hvað? Oliver með skoti, hrekkur hann af stjörnumanni og stjörnumenn hreinsað í burtu síðan. Gísli Eyjólfsson gerir það. Nei, skaut þarna. Já, reyndi skotið en Þórar Ingi bombaði þessu var beint út af. Arþór Ari kemur á vettvang til að taka þetta innkast. Kastar þessu á Gísla. Gísli, hvað gerir hann hérna? Út við hotfánan með 2 í sér. Sendingin í teginn en hafði enginn haft trú að hann myndi ná honum fyrir, þannig var engin bliki. Kolbeinn fyrir þarna og boltinn ennþá í leik. Davíð Kristján skallar þetta á Kolbeinn. Það gerir Kolbeinn, leikur hérna vel inn á miðuna. Oliver. Og Damir. Damir snýttir hérna á Aron Bjarnason, gengur ekki. Davíð Kristján nær þessu. Ætlar að finna hérna ansi þröngt spil. Næri ekki og stjörnumenn eiga innkastið. Mínúta eftir, cirka about.
Davíð Kristján loftið, þeir ná þessu Stjörnumenn og þarna smá vesen en Viktor Örn Margeirsson gerir þetta vel, kemur þessu burtu. Innkastið hérna hjá Stjörnumönnum, Þorsteinn Már út á Kolbeinn hérna í baráttunni, en Stjörnumenn halda þessu. Þá annað innkast. Davíð Kristján skallar innkastið í burtu, þá flautar Vilhjálmur Alvar til loka fyrri hálfleiks og við tökum okkur pásu.